Já, Sölvi mættur til Íslands, hvernig er tilfinningin? Hún er mjög góð, ég er mjög feginn að vera komin aftur í landsliðið. Þú er náttúrulega búinn að festa þig vel í sessi þarna í Rússlandi? Já, það er búinn að ganga mjög vel persónulega séð. Ég er búinn að spila þarna 6 leiki og þeir eru búinn að ganga mjög vel þessi 6 leikir. Þannig að ég og líka formið og standið á mér er mjög gott, líkaminn er mjög góður. Ég er ekki í neinum meiðslavandræðum núna í þessu staðinu. Þannig að það bara gengur allt mjög vel. Hvernig er svona rússneski boltinn og þetta lið sem þú ert í? Þetta er náttúrulega nýliðar í deildinni, þannig að það er alltaf mjög erfitt fyrir nýliðin að koma sér í gangi í efstu deildinni og þetta er alveg ströggl og mun vera ströggl sem er eftir á sísónu. Við erum bara að hafa trú á þessu og vera sterkir í þessu, og deildin þetta er mjög sterk deild, þetta er mjög sterk lið, sérstaklega topp 6 liðin eru mjög sterk en það er bara gaman að eigast við svona sterk lið og góða leikmenn innan bás. Ég hef bara mjög gaman að þessu. Skemmtileg deild? Já, eins og komið er þetta búinn að vera mjög gaman. Eru margir áhorfendur á leikjum með ykkur? Þegar stóru liðin mæta, þá er völlurinn fullur og gríðarleg stemming á völlunum, þannig að þetta er bara svona eins og flest annars staðar. Síðan þegar botliðin mætast, þá er engin svakaleg stemming. En þeir eru duglega að mæta og styðja við baki á okkur stuðningsmennina, þannig að þetta er bara búinn að vera jákvætt. Og þessi skiptir náttúrulega jákvæð fyrir þig að þið leiddi að þú ert komin aftur í hópinn fyrir þessa svakalegu leiki sem framöndan liðið. Já, það var alveg, ég ætlaði að gera allt í mínu valdi til þess að geta komið hérna og verið með í þessu verkefni og vonandi geta tekið þátt í þessu og ég mun gera það líka núna á æfingunum og reyna að gera allt í mínu valdi til þess að geta verið með í þessu. Þú vonast vantanlega til því að vera í byrjunarliðinu á föstudaginn? Já, ég vona það allir og ég er einn af þeim. Þannig að eins og ég segi, þá mun ég gera allt til þess að sanna fyrir Lars að ég eigi að vera í byrjunarliðinu en það verður bara að koma í ljós ef svo ekki verður þá mun ég styðja eins mikið við baki á þeim sem er að spila ef ég get. Hvernig svona metur okkar möguleika á móti þessu króatíska liði? Ég er ekki góður í einhverjum prósentureikningum en ég fer í alla leiki til þess að vinna og ég mun gera það sama í þessa leiki. Ég reyna að vinna báða leikina.